Nú er ég staddur á Berufjarðarströndinni, á milli Berufjarðar og Breiðdalsvíkur. Og hér er fjall mikið sem heitir Naphorn og uppi þessu fjalli er hellir. 3 strákar sem struku úr vistarböndunum, þeir settust að í þessum hellir, útilegumannahellir, lengst þarna uppi. Ég er búinn að leita að þessum hellir í 2 ár og ég er búinn að fara hérna mörgum sinnum og klifra hérna upp og ekki fundið neitt. Eldri kona á Breiðdalsvík, hún hafði samband við mig og sagði mér að hún vissi hvar þessi hellir væri og hann ætlaði að benda mér á hvar hann væri. Hellirinn sést alveg frá þjóðveginum en á örstuttum kafla. Og hann er hérna uppi og hún er búin að benda mér á hann, nú veit ég hvar hann er. En það er gjörsamlega útilokað að komast þarna upp. Guðríður Gunnlaugsdóttir, hún sagði mér frá því að vinkona hennar hefði á sínum tíma klifrað þarna upp í einu helli. Og hún hét Rósa, þessi vinkona hennar, og hún var 20 þegar hún fór þarna upp. En hún var fædd rétt fyrir aldamótin, þannig að þetta hefði gerst cirka 1920. Ég er að skrifa skáldsögu þessa 3 stráka og þá langar mann til þess að vita svona hvernig umhorfs er því sem það er að lýsa. En mér sýnist nú að mínar lýsingar séu nú kannski allt í lagi, að þessi hellir er töluvert breiðar en ég hélt. En þá allt í einu var komin þoka og hellirinn hvarf, svo ég náði engum myndum. Og þessi Rósa var vinnukona á bæ niður á Berufjarðarströndinni og þar virðist það vera ýmsir bæir, mun fleiri bæir en sjást í dag. En hún hafði samt verið að vinnukona einu svona bæ þarna og farið að leita kinda upp í fjallið og þá hafði hún komið í þennan hellir. Nú er ég mættur aftur hérna á Berufjarðarströndina og nú er þokan farin úr fjallinu og nú sést hellirinn mjög vel. Þarna er hann mjög ofarlega í klettinum í einu gilinu eins og kjaftur í laginu. Og nú get ég lýst honum mun betur því hann er greinilega svolítið víður, sennilega manngengur og kjafturinn á honum er svona eins og tröllskefsukjaftur sem glottir út í annað og þarna hafa þeir verið sem strákar og mér finnst bara sko því ég horfið þarna upp. Mér finnst ég bara sjá drengina þetta 3. En þeir lentu í svakalegum hörmungum þarna uppi, það var frammi morð, það fjallar bókin um. Fyrir neðan Naphornið er langt hamrabelti, þar sem hvergi er leið til að komast upp. En á einum stað er nefnilega náttúrulegu stigi. Þarna eru rollur allt og sumar komnar langt upp í klettana. Eins og þessi sem er þarna og horfir beint niður á mig. Hér er svo þessi náttúrulegi stigi upp hamrabeltið og þegar maður hérna upp þennan bratta, það er ekki svo langt upp, þetta er svolítið bratt. Ef drengirnir komust upp í hann á sínum tíma, þá hlýtur að vera einhver gönguleið. Guðríður Gunnlaugsdóttir sagði mér að hér fyrr á tíðum vissu allir á Breiðdalsvík þennan helli. Ég ákvað að reyna að komast hærra upp í fjallið til að ná betri myndum af honum. Því hann er búinn að vera í gleymsku í mörg herrans ár. Ég var í fínustu fjallgönguskóm og með göngustafi en strákarnir höfðu ekkert slíkt. Samt var þetta mér erfitt. Ég á ekki séns í þetta. Þess að fara upp í þennan hellir, þá þarf maður að klifra hérna upp og fara upp á kantinn af fjallinu og klifra upp cirka 5 syllur, fara svo eftir einni syllinni, 5. syllinni og fikra sig svona áfram til þess að komast í hellinn. Enda eru lýsingarnar þannig að það var nánast útilokað. Ég vil bara sætta með það að hafi farið hálfa leið. En hellinn hann er þarna. Og það er ekkert á milli mála sko. Þarna hafa strákarnir verið. Og hérna hafa strákarnir komið niður, þetta gil, til þess að ná sér í mat niður á streyti.
sé það fyrir mér, labba þetta niður í fatagörnum, lúsugir, blóður hungraðir, vondu skapi, hvað veit ég. Jæja, þá er ég komið hérna aftur. Nú er ég með Hjalta Stefánsson. Hann er með eitthvað voða skrítið tæki hérna sem heitir dróni. En nú erum við að pröfa aftur. Nú er alveg hreint í fjallinu. Nú erum við að vonast þess að ná einhverjum myndum. Það er glæslegt. En dróninn komst ekki hærra. Hann var læstur í ákveðinni hæð. Þá klifruðum við upp stígann og klifum upp í fjallið dágóðan spöl. En samt vantaði töluvert upp á til að við sæjum hellinn almennilega. Og það var bölvað bras að komast aftur niður. Þeir ganga upp aflíðandi krossdalinn sem er þakinn grámosa innan oddhvastgrjótið. Brátt blasir tignarlegt naphornið við efst í dalnum, í hlíðunum standa risavaxnir grjóthnullungar sem hafa rúllað niður úr bröttu Naphornsberginu. Nú er ég komin hérna efst upp í krossdalinn sem er bakdýraleiðin upp að Naphorninu og hérna fóru strákarnir upp og fóru þarna upp í hellinn sem er þarna og hérna uppi sjást þessar syllur en það er ansi bratt að fara þarna upp. Ég held að ég sé ekki fjallageit til þess að fara þarna upp en þarna einhvers staðar er leiðin upp í hellinn sko. Og hérna er svo alveg svakalega flott útsýni yfir súlurnar sem er hinum megin. Við erum staddir hérna að fara að mynda Naphornshelli með björgunarsveitarndrónunum okkar sem er DJI M300. Þetta er björgunar- og leitardróni sem hefur ýmsa eiginleika sem kannski aðrir almenningsdrónar hafa ekki. Hann hefur gríðarlega góða myndavél sem getur zoomað mikið og með hitamyndavél. Einnig erum við með ljóskastara á honum sem mjög öflugt leitarljós sem getur nýst að leita í myrkri. Hann er með hálftíma flugþol í öllum veðrum, þolir 20 metrar á sekúndu, rigningu. Við erum spenntir að sjá. Þessi dróni þaut upp í 420 metra hæð eins og ekkert væri. Þetta er einstakur felustaður. Þarna myndi enginn koma til að handtaka drengina. Vá, þarna er hann. Já, hérna. Þetta er ótrúleg sjón. Hann er opin hvelfing og minnir á Páskahelli á Norðfirði, en þó mun stærri. 3 strákar liggja þarna nagandi fiskuróð og ætla að gerast útilegumenn. Þarna var eitthvað sem gæti verið hlaðinn veggur, en þá hefur verið kastað til hendinni. Samt er eins og sumt grjótið hafi verið lagt til. Og auðvitað er kindaslóð í miðjum hellinum. Einn þeirra var orðinn fárveikur eftir að hafa borðað úldinn hest. Af hræðslu við að hann myndi strjúka og kjafta frá felustaðnum og skera þeir úr honum tunguna. Í framhaldinu er hann myrtur. Og það gerðist þarna einhvers staðar í hellinum. Þann 12. ágúst fara þeir upp að Naphorni til að vitja líksins. Þeir eru 5 saman. Gunnar vísar leiðina, Höskuldur bóndi og Ketill bera með sér kistu garm. Röskir 2 mánuðir eru liðnir frá gjörningnum þegar Sveinn var drepinn í klettunum.
Ef við horfum á hellinn ofanfrá til að fá betri yfirsýn yfir gólfið í hellinum, þá sjást ekki neinar mannvistarleifar eins og fiskbein, sviðakjammi, ærleggur eða tréstubur. Þá sést ekkert slíkt. En þó eins og búið sé að hreinsa til í botninum og henda grjótinu þarna út í kantinn, svo það sé betra að liggja. Þegar ég las þessa bók þá tók ég eftir því hvað hún myndræn. Hún myndræn í lýsingum á staðháttum, fólki og meðal annars þessari aftöku sem þarna síðast í bókinni. Og síðan náttúrulega þarna mjög sterkar lýsingar af veru þeirra þarna í hellinum. Hér sjást fótsporin mjög greinilega. Þetta hlýtur að vera eftir kindur, en þó þessi spor óvenju stór. Ótrúlegt að sjá þetta. Þarna voru þeir. Maður fer allur á stað með að hugsa. Þarna væri alveg hægt að liggja úti, en þó ekki yfir vetur. Enda voru drengirnir ekki lengi þarna. Morðið var framið á hvítasunnudag 27. maí og þeir tveir sem eftir voru yfirgáfu hellinn á öðrum degi. Sennilega þótti þeim ekki geðslegt að liggja þarna með lík sér við hlið. Loks sjá þeir hellismunan og sylluna fyrir framan. Nokkrir hrafnar og skúmur fljúga upp. Þarna liggur lík Sveins, allsnakið á bakinu. Munnurinn undarlega opinn og gapandi. Kringum höfuðið allt morandi fiskiflugu og maðkur komin í augntóftirnar og munnopið. Ekki allt með felldu hér, segir Oddur og verður þungur á brún. Þarna sylla sú 5. og ég sé nú ekki betur en að þarna sé einhver gönguleið. Allavega kindaslóð alla leiðina. Eitthvað hefur hrunið úr berginu á göngufærið, en þetta gæti verið vel fært fyrir alvöru göngugarpa, þó glannalegt sé. Þessi saga af síðustu aftöku á Austurlandi, hún talsvert þekkt meðal Austfirðinga og víðar. Það hefur verið skrifað þetta fyrr og síðar, en vettfangur sögunar, hann hefur kannski ekki verið eins kunnugur fólki, þó held ég að eldri breytelingar viti þennan stað. Það væri áhugavert fyrir brattgenga fjallamenn að komast þarna í hellinn og athuga hvernig þarna og eins held ég að fornleifafræðingar, þeir mættu kíkja þarna við ef þeir ekki lofthræddir og athuga hvort að þarna séu einhver mannvistarleifar sem að gætu þá rennt stoðum undir sannleiksgildi sögunar. Svo sér maður líka náttúrulega í þessari bók stöðu þessa fólks sem svona lágt sett í þjóðfélaginu eins og þessi niðursetningar. Síðan spurning hvort það mætti ekki friðlýsa hellinn, þannig að hann yrði nú ekki eyðilagður, varðveita hann eins og hann Þarna svo nibban hættulega og greinilega mjög þröngt að fara fyrir þetta nef. Í naphorni þessu hellir mikill og þangað röktu menn för þeirra útilegumanna. Var nú farið að þeim, en brátt urðu menn þess varir að vígi höfðu þeir svo gott að einn maður gat varið hellinn fyrir hversu miklu ofurefli sem var. Til að komast í helli þennan var það ganga fyrir klettanef og komst þar ekki nema einn maður í senn og það við illan leik. Ef maður stóð í hellismunanum þurfti hann ekki nema stjaka við þeim sem fyrir nefið gekk og var þeim hinum sama vísdauðinn. Þetta skrifar Benedikt Gíslason frá Hofteigi í lesbók Morgunblaðsins 22. maí 1960. Ég mjög ánægður að hafa komið hingað. Mér finnst ég hafa komið mun nær drengjunum þrem. Mér finnst þess að ég sjáu þá, heyri í þeim, finni fyrir nervur þeirra hér. Því hér voru þeir, sannarlega. Það var mjög gaman að skrifa þessa bók og ekki síður að finna þennan helli.
Nú finnst mér að maður ætti að setja þennan helli á skrá yfir íslenska útilegumannahella.